Nú komið að lokum. Þú hefur lært að öll börn eiga mannréttindi sem verða aldrei tekin af þeim sama hvað. Mannréttindi eru varin í sérstökum mannréttindasáttmálum. Einn slíkur sáttmáli barnasáttmálinn, en í honum eru sérstök réttindi sem bara börn njóta. Öll réttindin í barnasáttmálanum tengjast, eru jafn mikilvæg og öll nauðsynleg þótt sum réttindi eigi betur við ákveðin börn eða börn í ákveðnum aðstæðum. Til þess að börn njóti þessara réttinda þurfa stjórnvöld að framfylgja þeim og tryggja að allt fullorðið fólk þekki og geti staðið vörð um réttindi barna. Barnasáttmálinn varð til af illri nauðsyn eftir seinni heimsstyrjöldina og ein stærsta breytingin sem barnasáttmálinn boðar að stjórnvöld allra landa beri ábyrgð á öllum börnum en ekki bara ákveðnum hópum barna. Þetta sama á við alla fullorðna. Við sem erum fullorðin berum öll ábyrgð á börnunum í samfélaginu okkar og getum sinnt mikilvæg hlutverki í lífi barnanna í kringum okkur. Samkvæmt barnasáttmálanum eru börn rétthafar og fullorðnir ábyrgðaraðilar. Með því að beita barnaréttinda nálgun setjum við þarfir barnsins í fyrirrúm og tryggjum samstarf allra sem skipta máli í uppvexti barnsins. Þegar ég ber virðingu fyrir og stend vörð um réttindi barna það ekki bara því ég góður við börn, það að því mér ber skylda til þess. Það eru mannréttindi barna og eins og þú veist eru þau skilyrðislaus. Með því að vinna að því að allir þekki réttindi barna ertu að taka eitt skref í áttina betri heimi fyrir börn. Með því að standa með börnum og réttindum þeirra hefur jákvæð áhrif á samfélagið. En það þurfa allir að koma saman. Það þarf nefnilega þorp til þess að ala upp barn. Og þú skiptir öllu máli. Hvort sem þú ert stuðningsfulltrúi, vinnur á skrifstofu eða í félagsmiðstöð, þá ert þú hluti af sögunni. Þú ert mikilvægur fullorðinn í lífi barna. Geggjað. Já, góða vel. Heyrðan koma bara.